Númer 5 Guðjón Guðjónsson, númer 6 Ingvar Pétursson, númer 7 Smári Þorvaldsson, númer 8 Örn Sigurðarsson, númer 9 Rúnar Ingi Erlingsson, númer 10 Kristinn Ólafsson, númer 11 Alberita Spiss Jónas, númer 12 fyrirliðinn Oddur Ólafsson, númer 13 Chris Woods, númer 14 Smári Hrafnsson og númer 15 Erlendur Ágúst Stefánsson. Þjálfari Hamars Pétur Ingvarsson og honum aðstoðarinn Hjalti Þorsteinsson. Lið heimamanna þannig skipað í kvöld að númer 4 Elías Björn Björnsson, númer 5 Guðbjartur Gíslason, númer 7 Björn Steinar Brynjólfsson, númer 8 Ásgeir Jónsson, númer 9 Ármann Vilbergsson, númer 10 Derek Sjás, númer 11 Þorsteinn Helgason, númer 12 Sindri Levi Ingason, númer 13 Andri Jökulsson, númer 14 Jón Orri Kristjánsson og númer 15 bjóðum velkomin aftur Fannar Frey Helgason. Þjálfari Skagamanna sem fyrir Jón Þór Þórðarsson og honum til aðstoðarinn Stefán Jóhann Hreinsson. Góða skemmtum gott fólk og áfram Skagamenn. Jæja, komið sæl og velkomin á IA TV á upptöku af leik IA Hamars. Við hörmum það náttúrulega mjög mikið hér á IA TV að geta ekki verið í beinni útsendingu en hérna við verðum bara að bíta í það súra epli í dag þar sem að verið er að laga, var verið að gera við internetkerfi Akraneskaupstaðar í dag og hérna við verðum bara að sætta okkur við það að vera hérna internetlausir
en það verður bara að hafa það. Þetta er leikur Ía og Hamars. Ía og Hamar eiga sér áhugaverða sögu. Það hafa verið harðar í gegnum tíðina milli þessara liða og sögulegar og en yfirleitt bara stórskemmtilega leikir, þannig að við erum ákaflega spennt að að fylgjast með. Og Jón Orri, það er Hamar sem að nær valdi á boltanum. Síðast þegar þessi lið mættust þá það var þetta kemur þristu strax frá Erni Sigurðarsyni. Hann byrjar af krafti en já, í síðasti leikur þessara liða fór fram í Hveragerði þann 9. október. Þá sigruðu Skagamenn með einu stigi á æsispennandi lokamínútum þar sem Áskell Jónsson skoraði 3 stiga körfu til að koma Skagamenn með einu stigi yfir þegar stutt liði leiks og Hamar fékk tækifæri til þess að komast yfir á ný en Jón Orri Kristjánsson varði þá skottilraun að því með minnir Arnar. Þar áður fyrsti leikur þessari liða fór fram í fyrstu umferð. Þannig var Andri Jökulsson með skot, hittir ekki. Hamar sem byrja betur í fyrstu umferðinni í vetur og þá spilaði þessi lið í Hveragerði og Örn aftur upp í þrist. Og aftur beint á ný. Skagamenn verða nú aðeins að vakna frá þessum blundi hér, sýnist mér á öllu. Það er nokkuð ljóst að þetta gengur ekki svona. En þá sigraði Hamar nokkuð örugglega 83-110 og enda höfðu Skagamenn lent í miklum meiðslavandræðum hann rétt fyrir mót með stúrt lykilmenn og en það hefur ýmislegt gerst síðan þá og þessi lið eru núna í harðri baráttu þetta 5. sæti í deildinni og ef að Skagamenn sigra í kvöld þá kemur upp ansi áhugaverð staða í fyrstu deildinni þar sem að vera 4 lið jöfn með 12 stig í 5. til 8. sæti og innbyrðis viðregnir alveg á víxl. Skaginn verður þá með betri innbyrðis viðregnir bæði á móti Hamri og FSU en verri innbyrðis viðregnir á móti Vestra en Vestri á verri innbyrðis viðregnir á móti bæði FSU og Hamri þannig að sennilega myndi skora stig ráða röðina á þessum liðum sem að þýddi þá að FSU myndi ráðast hæst. Ja, Skagamenn ná boltanum hér. Ármann með boltan kemur með hann upp fyrir að snúða okkur að því sem skiptir máli. Ármann beint upp í langan þrist, hittir ekki. Andri berst í frákastinu, nærði ekki. Og Skaginn styrir boltanum aftur. Og það er Derek Sjás sem er með boltan, ætla sér, já, fær ekki neitt hjá dómurinn leiksins, Chris Woods. Og Hamar er dæmdur bolti. Kristoffer Woods náttúrulega allt í öllu hjá Hamri. Hann er stiga hæstur 27,3 á meðaltali og frákasta hæstur með 14,3 en Oddur Ólafsson er hins vegar með flesta stóðsendingar og flesta stóðna bolta en hjá Skagamönnum er það sjálfsögur Derek Sjás sem er stiga hæstur á meðaltali 26,3. Áskell brýst í gegn, nær ekki að klára það. Jón Orri nær frákastinu, Andri upp í þrist, Andri setur hann, já, það var gott, Skaginn kominn á blað. Það var nú ljómandi fínt. Það var ljómandi fínt alveg. Og enn eitt þristurinn. Örn er bara meðvitundalaus hér, virðist vera. Það er bara áskilur upp í tryggjastu skoð, hittir ekki strax Þetta hljómar aðeins betur hjá mér. Þetta skiptir headset hérna, við erum með svo mikið að græjum orðið á IATV að það eru valkvíða en hér er Derek Sjás að bera upp boltan fyrir Skagann.
Fær pikk frá Jónara, sending út í horni, Andri hitti áðan, Andri klikkar núna, Chris með frákastið. Það kemur 30 stiga skot, hittir ekki, Hamarsmenn á frákastinu. Og Chris nær ekki að setja þetta niður, Andri með frákastið. Svo hvort ég næði ekki að koma mér í netsamband einhvern veginn hérna til þess að geta haft nöfn leikmanna á hreinu og það er nefnilega alveg hábölvað að vera í þessari stöðu og kom langt skot og Andra klikkaði þetta skiptið. Og það er Hamarsmenn í sókn. Chris og þarna er það leikmaður með 9. Nú er þetta allt að koma hjá mig núna þannig að ég fer að geta sagt eitthvað vitið Hamarslið. Ég þekki nú ekki nema 2 í liðinu. Örn er náttúrulega legend hjá Hamri og Chris er ábyrjandi leikmaður. Hér kemur 30 stiga skot, klikkar, Derek reynir að ná frákastinu, hver á þennan Áskell nær honum. Og Derek með boltan, fær pikk frá Jóni, losnar, tekur skot. Hér kemur Derek og skilur honum móni. Þetta er fín barátta hérna hjá Skagamanum og náðum að harðfylgja að skora. En vörnin verður að fara að komast í gang hérna hjá Skaganum. Þeir eru að skora fullu auðvitað, finnst mér. Kannski ágætt að taka fram líka þar sem að húsið er nöllust og þá náttúrulega ekki að fylgjast með tölfræði úr þessum leik heldur. Og ef ég er að segja ykkur þetta í upptökunni þá skiptir það eitthvað engu máli hvort ég er með það. Þetta er ekki upp í þrist. Það er já. Og minni mig á það. Ég klikkaði líka á þessu síðast. Reyna að uppfæra stigaskorið. Staðan er 13-5 fyrir Hamar. Chris með boltan niðri á Andra. Kemur honum út í hornið. Þar kemur 30 stiga skot. Klikkar, Áskell með frákast. Og Jón Orri trefur með tilþrifin hér. Þetta köllum við tilþrif allavega. Það er að menn af þessum aldri gera svona lag, þá þarf þetta ekkert að vera mikið grottalegra heldur en þetta. Hann getur þetta ennþá strákurinn. Og það er kannski fréttnefnt úr liði Skagamanna hér í dag að á bekknum og í hópnum í fyrsta sinn í talsvert langan tíma er Fannar Freyr Helgason. Núna hann fekk leyfi hjá þjálfurum til að hlaða batterín, koma svo sterkur tilbaka og það verður spennandi að sjá hvernig hann kemur undan þessu fríi. Hann er náttúrulega mikill karakter, mikilvægt að hafa svoleiðis manni í liðinu. Herðið, það verður örlítil þögn frá mér allavega í örskamma stund. Ég ætla að skella mér niður á ritaraborð og fá ljósmynd af leikskýrslunni, þannig að ég sé með eitthvað vitið í síðan að segja.
Hanni. Ég er komin aftur. Fannar Freyr komin inn á. Var hann að nálægt í að skora og kemur þristur frá leikmann nr. 7 sem heitir Snorri. Nú er ég komin með þetta. Lafmóður og fínn. Staðan 18-7. Skagamenn mistekst að skora. Ég lít að ná maðurinn Chris Woods upp, ég er veit skot, Andri er að spila nokkuð stífa góða vörn á honum. Ármann í fristinn, hittir ekki, boltinn yfir spjaldið og festist. Þetta er epíst. Epíst stöf. Hérna. En kannski allt í lagi að rifja upp síðustu leiki þessar liða, síðustu leik og beggja liða var gegn FSU sem er mjög áhugavert og Skaginn vann FSU á útivelli 70-65 í hörkuleik, ekki mikið skorað reyndar en það var mjög sterkur sigur og Skagamenn og þannig náðu þó að halda örlitlu lífi í þessari baráttu sinni sæti í úrslitakeppni. Örn er sjóðandi heitur í dag. En Hamar hins vegar tapaði á útivelli gegn FSU einmitt líka, 93-80 og þar áður töpuðu bæði lið fyrir Fjölni. Þannig að þetta er búið að vera svipa leikjaplan upp á liðum. Áskell með þrist og Bengtoni, langur þristur í Áskelli. Áskell er sá leikmaður Skagans sem er með bestu þriggja nýtingunni í vetur. Þeir 37,7%. Hann er brotið á Chris. Fær 2 vítaskot. Nú verð ég að fara að bæta mig hérna í stigaskorinu, þetta gengur ekki. 20-10. Síðan þessi lið mættu síðast, hafa nú orðið töluvera breytingar á leikmannahópi beggja liða. Hjá Skagamann hefur bæst í hópinn Andri Jökulsson sem kom frá Fjölni. Að auki eru núna í hópum í dag 2 leikmenn sem eru á venslasamningi frá Skallagrimi. Þeir Elías Björn og Guðbjartur Máni. Fannar og opinn hafna. Eðlilegt að Fannar sé lítið ryðgaður. Sjálfsagt ekki snert körfubolta núna í hartnær 2 mánuði. Ármann stelur boltanum. Þar að auki hafa Skagamenn spilað án velgert Andri Jökulsson, kraftur í þessum strák, hann er mikill fengur fyrir okkur Skagamenn, það er óvægt að segja. Og staðan 22-12. Hér kemur tveggjastega karfa hjá leikmanni nr. 7, Snorra Þorvalds. Inn á núna í liði Hamars eru Snorri, Örn, Chris og Rúnar Ingi og að auki Oddur Ólafsson fyrir liði. Oddur með boltan kemur honum á Rúnar Inga. Já, Ómar Helgason er líka búinn að vera frá áramótum, hann hefur átt í þráðut meiðslastríða. Chris Wood sterkur þarna á andra og skorar og fær vítaskot að auki. Hinn á kemur Björn Steinar Brynjólfsson, kemur fyrir Áskell. Björn Steinar skoraði með 20 stig í fyrsta leik þessara liða í vetur í Hveragerði. En já, sjálfsög var það ekki í Hveragerði, það var hér í sínum fyrsta leik fyrir Ía. Skóður frábærlega, hefur örlítið vantað upp á stigaskorun hjá honum undanfarið. Þeir eru Oddur með boltan, Rúnar Ingi. Kemur honum á Chris, hann er utanlega í horninu. Chris
kemur sér í skot alveg við lok og Ármann missir hann út af. Þetta var klaufalegt, skotklukkan var að líða hjá, en býtu við hvað dómarinn dæmir sennilega að skotklukkan hafi verið liðin áður en að skotir eða, þannig að Skaginn fikk boltan, þannig var Ármann stálhippinn. Derek með boltan, það eru 5 sekúndur eftir, núna 5 sekúndur Fannar í þrist, hann fílar það en hann hittir ekki, Rúnar lætur boltan bara út af og leiktíminn liðinn. Staðan 26-12 eftir fyrsta leikluta, þetta byrjar ekki byrlega fyrir Skagann þegar einhvern veginn Hamarsmenn hafa náð full auðveldlega þessu mun, finnst mér. Og þó ég ekki hlutlaus, en þeir hafa byrjuð að krafti, voru klálega mættir, lykilmenn vel gíraðir inn í leikinn, Örn allavega komið með held ég einhver 11 stig af þessum 26. Ég verði að giska út í loftið, ég ekki að skráta hjá mér, ég hafa nógu erfitt með að uppfæra stigatöfluna á skjánum hjá okkur. En það við heyrum það að Jón Þór Þórðarsson, þjálfari Skagamann, ekki sáttur með hvernig okkar menn að byrja þennan leik. En þessi upptaka í boði IA TV sem mér það ljúft og skylt að minnast á það að IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Já, þú veistu það? En símann þinn? Jæja, þá fer þetta að byrja upp á nýtt á IA TV, þó að þetta sé ekki í beinni útsendingu, að þá reynum við að halda gæðanum að þessu svona sæmilegum. Derek Sjás byrjar, Jón Orri kemur aftur inn á fyrir Skagann og hann byrjar á að tapa boltanum hérna. Byrjar að leikmaður númer 15 sem að stál boltanum, hann heitir Erlendur. Það kemur þryggjastæð skot síðan frá honum fyrir rest, en á einnig leikmann nr. 6 Hilmar Pétursson og 7 Snorri ennþá hérna og Chris og Jón Orri skilar þessu niður. Okkur hefur vantað stigaskor frá Jón Orri að undanfarið, en nú erum við komnir hérna með 2 turna aftur loksins í Skagaliðið. Þeir Fannar og Jón, þeir þekkjast náttúrulega vel, gamlir vinir í boltanum og utanvallar. Jón setur mikla pressu á Chris en hann klárar glæsilega. 28-14. Sending út á Fannar. Fannar með boltan. Róa Björn Steinar fær boltan inn á, kemur honum á Jón. Jón skilar honum á Ármann sem að skilar honum ofan í. Glæsilega gert. Eins og við höfum, þeir sem að hafa hort á leiki Skagans í vetur að hafa séð hversu drjúgur Jón Orri í þessu, þó hann sé ekki mikill í stigaskorunu alltaf, að þá hann eitraður í því að finna menn ef þeir eru duglegir að hlaupa í kringum hann þegar hann fær boltan inn í tegnum. Derek kemur honum út á Fannar. Fannar yfir á Bjössa, hann á línunni, fer inn fyrir, tekur skotið, hittir ekki. Hefur vantað mikið upp á nýtinguna hjá honum Birni Steinari upp á síðkastið. Hvað svo sem ræði því? Oddur kemur boltanum út á Hilmar, hann út á Snorra. Snorri klikkar. Fannar Freyr sterkur hann í framkastinu. Derek með boltan, Skaginn stillir upp, nýtir tíman, spilar, gefur sér tíma í sóknirnar. Derek fer upp í skot, klikkar. Derek verður að komast í gang, held ég, í þessum leik ef við ætlum að eiga séns. Kemur þryggjastega skot frá boltinn út af Hamri.
þetta auðvitað Hilmar sem tók þetta skott, klikkaði Skæin á boltan. Veit ekki hvort að spennustig hátt hjá Derek núna, það kærastan komin í heimsókn og svona. Ágætlega mætt hann í Íþróttahúsi Vesturgötu í kvöld. Við höfum séð það meira, en þetta náttúrulega í beinu samhengi við gengi liðsins. Inn á núna hjá Skaganum kominn hann nýi strákur. Jón Orri missir hann. Þetta ekki Guðbjartur, þetta Elías. Verða að biðjast afsökunar á því að mun ekki nákvæmlega Elías Björn heitir hann að sjálfsögðu. Snakkaralegur strákur úr Borgarnesinu. Snorri Björn Steinar nær honum, fín vörðandi á Skaganum. Þetta aðeins að lifna við. Þá þarf sóknarleikurinn að fylgja með. Jón að fá hann inn hérna, Chris, slök sending hjá hérna Jóni. Kemur þreföld skipting hjá Hamri, inn að kemur aftur Rúnar Ingi og Örn og Smári Hrafnsson nr. 14. Hamarsmenn fengu einmitt líka liðstyrk úr Fjölni á venslasamningi, 2 leikmenn sem ég man ekki svipinn hvað heita. Hér glæsilegt spil, endar með auðveldri körfu á Erlendi og Björn Steinar með boltan. Hjá Hamri hafði þeirra fengið Guðjón Ágúst Guðmundsson frá Fjölni. Elías skorar hér glæsilega. Minnsti var hann á vellinum, brýst upp að körfunni og skorar. Þetta gaman að sjá. En Hamarsmenn fengu í janúar núna Guðjón Ágúst Guðjónsson frá Fjölni og Ísak Sigursson og Hilmar Pétursson á venslum frá Haugum og eins Erlend Ágúst Stefánsson frá Þór Þorlákshöfn á venslasamningi. Dæmt villa á Elías eftir að hafa misnotað vítið. Erlendur Ágúst einmitt kominn hér inn á. Þá kemur Hamar í sókn. Staðan 30-18. Kemur þriggjastiga skot hjá umræddum Erlendi og hér brýst hann inn að körfunni, fær villu og skorar. Sótti þarna kraftið að körfunni og það oft ávísun á annarkvort villu eða körfu eða bæði. Fannar fer að velli, inn á kemur Derek Sjás eftir stutta pásu. Og Erlendur setur vítið onni. Staðan 33-18. Vantar eitthvað upp á hjá Skaganum í kvöld ennþá. Áskell keyrir inn að körfunni vel en hann nær ekki að klára og Jón Orri fær ekkert fyrir sin snúð þarna. Og misnotað layup þarna hjá Hamri. Hjá Hilmari. Derek með frábæran snúning hérna, kemur hann á Áskell, hann aftur á Derek. Hann ætlar sér þarna sjálfur, kemur honum inn á Jón Orra og hann fær villin á þessa. Sigurðarsson brýtur á Jón Orra sem að fær vítaskot, 2 vítaskot. Gaman að segja frá því að Jón Orri Kristjánsson einmitt besta vítaskipta í vetur með heil 61,8% nýtingu. Fyrra vítið lekur út af, hittir ekki.
Hann fær annar tækifæri. Það fer hann í. Minnka munin aftur í 14 stig, 33-19. Hamar með tökla haldir á þessu leik, en sem komið en Erlendur greinilega sprækustrákur inn á Örn sem að kemur honum inn á Rúnar sem að sækir villu á Elías. Þetta var svo sem skynsamleg villa hjá honum. Hann skoraði ekki allavega, engar auðvölda körfur í svona leik, það má bara ekki gerast. Og sýndist þarna Jón Þór hjá Skagamönnum vera að biðja leikhlé. Rúnar misnotar fyrra vítið. Og Rúnar Ingi með seinna vítið og Björn Steinar fullsnemma inn hana og hann setur það niður og þá tekur Jón Þór Þórðarsson leikhlé. Skagamegin 34-19. Já, IATV, samstarfið við Omnis, Akranesi, eins og þið vitið nú þegar að þá erum við ekki í beinni útsendingu. Heldur þetta einungis upptaka af þessum leik. Vandræði með internetið gerði okkur þessa skráefu og ég vil nú bara fyrir hönd IATV og Körfuknattleiksfélagsins gera alvarlega athugasemdir við að þessi tímasetning skyldi hafa verið valin til þess að gera við netkerfi bæjarins þegar að Körfuknattleiksfélagið mjög háð því að það sé virk nettenging þegar á leikjum þeirra stendur. Þeir eru skuldbundnir til þess að vera með þetta live stat eða tölfræðina á netinu á meðan leik stendur og svo bitnar þetta sjálfsögðu okkur hérna hjá IATV líka sem að höfum metnað til þess að senda út í hámarksgæðum á netinu fyrir áhugamenn og aðdáendur Skagaliðsins. Jón Orri með boltan uppi, kemur hún hér á Áskil, hann út á Björn, aftur á Áskil í þrist, klikkar, þetta var svolítið erfiður þristur sýndist mér, hann þurfti að flýta sér. Hilmar kemur honum út á Erlend, Örn á Rúnar Inga sem að, þarna hefði einhverjir dómarar dæmt sóknarbrot en þetta endar með körfu hjá Erni Sigurðar af spjaldinu. Það eru fagmenn sem að skjóta spjaldinu. Já. 36-19. Hamri í vil. Skaginn verður nú að fara að finna svör við þessu. Áskell með boltan, kemur honum á Derrick, við þurfum að fá Derrick í gang. Kemur honum á Björn Steinar sem að tekur skot og langt frá því. Það verðist vera að Björn Steinar í vanti, hreinlega sjálfströst í þetta skoti á sér núna. Og lág honum hver sem vill, það erfitt að endurheimta slíkt sem að það fer. Erlendur, það er kraftur í Erlendi inn á Derrick. Derrick nær að slá boltan og höndunum á honum, keyrir upp. Kemur honum á Áskell sem að misnotar sniðskot. Þetta sér maður ekki oft og endar hér með auðveldri körfu hjá Erlendi. 38-19. Mér líst ekkert á þessa byrjun hjá mínum mönnum hér. Derrick upp í þrist, klikkar. Jón Þór sjóðandi á línunni. Frábær vörn í Áskeli en Erlendur skilar þessu hann í. Andri Jökulsson að gera sér tilbúin að koma inn á aftur í Skaganum. Eins þreföld skipting tilbúin hjá. Tökum eftir því að Chris Woods utanvallar. Derrick fer alla leið og skorar. Það er lífsmark annars lagið hjá Skaganum. Derrick nánast búinn að stela þessum bolta.
vantaði hársbreyt upp á. Hér koma aftur inn á Snorri og Oddur og Chris og með þeim inn á ennþá eru Rúnar Ingi og Smári. Andri skiptir við Áskell. Það þarf alla að undirstrika hversu mikilvægur þessi leikur er fyrir Skagann, þó að sé ekki ennþá hægt að sjá það á leikliðsins í kvöld. Hamar getur komið sér 1 í 5. sætið með sigri og gert Skagamönnum mjög erfitt fyrir að ætla að eiga möguleika á þessu sæti. Björn Steinar með frákast, kemur honum fram á Derek. Við viljum fá eitthvað hérna í gang. Ármann átti frábæran leik gegn FSU daginn. Björn Steinar keyrir sterkt inn að körfunni og Jón Orri fær ítingu í bakið en ekkert dæmt. Gaman að segja frá því að ég sé þetta á skjánum hérna nokkrum sekundum eftir að hér kemur þristur frá Rúnar Inga. Ég sé þetta hérna á skjánum hjá mér svona 2 sekundum eftir að gerist og þarna var klárlega hreint af krafti í baki á Jón Orra. Það var leikmaður númer 7, hann Snorri, sem að ítti þarna í bakið á Jóni. En dómararnir mista því og þá er ekkert við því að gera. Komin 22 stiga munur hér í fyrri hálfleik. Og Oddur með 3 stiga skot, hittir ekki, Jón Orri frákast. Derek fær boltan. Derek sterkt inn að körfunni, fær villinu og skorar. Þetta var vel gert hjá honum. Chris Woods dæmdur brotlegur. Það var hans önnur villa. Fagmaður dreifir þeim jafnt. 2 villir í 2 fjórðungum. Derek með vítið, beint onni, sjálfsögðu. 43-24, minkar þetta niður fyrir 20 stiga mun aftur. Smári reyndi hann að koma minn á Chris. Skagamenn spörkuðu boltanum út af. 14 sekundur á skotklukkunni eða hvað? Nei, það eru 17 eða eitthvað slíkt. 16 segir hann. Smári kemur honum inn á. Þetta var skrítið. Andri endaði með frákastið. Derek ætlar sér að keyra inn að körfunni, gerir það. Sterkt move hjá honum. Hann er aðeins að hitna núna. Og þeir ná að stela boltanum aftur og villa dæmd á Odd. Þetta er góður kafli á Skaganum. Nokkrar svona auðveldar körfur í röð og þá erum við bara komin inn í leikinn aftur. Derek fær töfu vítaskot. Stáluð hann að innkastinu. Hann og Derek og Ármann í sammenningu hjálpuðust af við það sem endaði með því að brotið var á Derek í layup og hann setur bæði víti niður. Og munurinn orðinn 15 stig. Þetta er fljótt að gerast. Herðu, halló, vörnin. 3 stiga skot, hittir ekki. Jón, þarna er brotið á Jóni aftur. Dómararnir eru ekki mikið að skipta sér að því. Bjössi missi boltan. Heyrðu, já, Rúnar Ingi nær að stela honum á honum hérna. Og hér er það Smári með boltan. Kemur honum á Odd, Rúnar Ingi inn á Chris. Andri reynir að stoppa hann. Dæmd villa á Derek sem að reyndi þarna að krafsa í boltan. Náði því ekki. Chris skorar að sjálfsögðu úr fyrir vítinu. 44-28, 1:32 eftir að fyrir hálfleik. Og seinna vítið hann í atvinnum maður á ferð. Inn á koma aftur Erlendur og Hilmar fyrir
fyrir Fjölni og víkja fyrir þeim Rúnar Ingi og Smári og Guðbjartur kemur inn á fyrir Skagan í fyrsta skipti í dag. Jón Orri fær smá hvíld og Derek kom inn með boltan. Hamarsmenn pressa. Ármann nær ekki að komast í skot eða hvað? Já, hann fer í skotið og skorar. Ármann, þegar hann hittnar þá er betra að forða sér. Það er Grindavíkur gen hérna. Þryggjast skot, Chris með frákastið, misnotar það. Derek nær frákastinu, keyrðu nú upp drengum minn. Og Björn Steinar nálægt í að missa boltan og það er meiddur leikmaður og Guðbjartur hittir ekki og eftir hittir hann ekki. Hér meiddi Smári sig, hann tegði sig eitthvað þegar hann reyndi að stela boltan af byrni og þarf að fá skiptingu. Þetta var álag á miðminn á honum. Pétur Ingvarsson auðvitað þjálfari Hamars, gamall legend úr Haukunum. En Snorri þarf hvíld, hann fer inn í klefa. Inn á í hans stað er kominn Örn Sigurðarsson. Hilmar reynir skot, gengur ekki. Það er smá tregða núna hjá Hamarsmönnum. Við grenjum það ekki Skagamenn. Ármann kemur honum út á Andri fer í skotið of stutt. Guðbjartur best í frákastinu, næri ekki. Erlendur kemur upp með boltan að krafti. Oddur fær hann 13 sekúndur eftir. Þeir eiga síðasta skot. 7 fær hérna reynir að fá bygg frá Chris. Oddur kemst inn að körfunni, skorar og fær villað auki. Þetta er ekki gott fyrir heimamenn. 47-31. En ef hann setur þetta nú Skaginn á færboltan í tæpar 3 sekúndur, ef að þeir ná valdaboltanum, hann klikkar Oddur, Össi nær frákastinu, kemur honum á Chris og þetta er ofboðslega dýrt. 4 stiga sveifla á síðustu 3 sekúndunum hér í fyrri hálfleik og það gerir það verkum að Hamar leiðir með 18 stigum eftir fyrri hálfleik. 49-31, þetta er hvergi nærri búið, þannig að við vonumst til þess að þetta gangi betur í seinni hálfleik hjá okkar mönnum, en smá hlé hjá okkur.
Jæja, velkomin aftur til leiks. Seinni hálfleikur hafinn. Hamar byrja með boltan. Rúnar Ingi meðan út á kanti fær pikk frá Chris. Þeir eru alveg í gegnum allt saman. Össi Sig býr sér til pláss og setur hann yfir Andra. Hamarsmenn alltaf kláruðu fyrir hálfleikinn af miklum krafti. Derek byrjar á að klikka. Náðu að snúa sveiflunni sér í hag sem að hafi verið skaman af fram að því. Chris, glæsileg vörð hjá Andra. En Hamar dæmdu boltinn. 20 stemmunur, 51-31. Við erum að sjálfsögða að horfa á IATV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Og Erlendur skorar eftir allt of auðvelt. Ég hefði verið til í að heyra ræðuna hjá Jóni í hálfleik. Hún hefur nú örugglega ekki verið allt of björt. Andri keyrir inn, skrítið skot, þarna hefði hann betur hætt við. Erlendur keyrir upp, Rúnar kemur honum hér inn á Chris sem ætla sér á Jón Orra, gerir það Jón með fína vörn en Chris er alveg ofboðslega effektífur í þessu. Jón gerir henni allt sem hægt er að gera, það bara dugir ekki til. Derek með boltan á Erlend, kemur honum inn á Jón sem að kemur honum aftur á Derek og aftur inn á Jón og Jón misnotar auðvelt skot. Skagamenn þurfa að skilja sér tilbaka, það skrefa nú Erlendur, fær ekkert á það dæmt en hann misnotar skotið, þannig að réttlætinu fullnægt. Derek kemur inn, keyrir inn, Örn verst vel en Derek klárar líka vel. 55-33, ég held að Skagamenn megi ekkert bíða alltaf lengi með að reyna að snúa þessum leik sér í vil. Það er hreinlega lífspursmál fyrir Skagan. Chris er hér með boltan. Hann ætla sér á Andra, kemur honum á Örn og hann misnotar ekki svona skot. Hann Örn Sigurðarsson. Tveggja manna leikur hérna hjá Andri, fær hann svo ætla sér á Chris. Þetta er ekki skynsamlega gert en það lít reyndur leikmaður á ferð. Það er nefnilegur og hann slæðir þarna og brýtur á Chris sem að þannig að Hamar á innkastandi korunni. Þið eru að sjálfsögða að horfa á þetta í upptöku þar sem að internetlaust er á Íþróttahúsinu Vesturgötu hennar 5. daginn. En það er kannski gaman að segja frá því að í dag á mikill stuðningsmaður í að 50 afmæli Þorgrímur Vídalín Guðbjartsson sem maður kannski horfir á þetta einhvern tíðan hér og ég vil bara senda honum bestu afmæliskveðjur þó kannski seint sé. Staddur út í Budapest akkurat á þessu augnabliki og fjarri góðu gamni en hann var allar okkar að hamingju og skýrum eða áfangan hér. Örn Sigurðarsson kominn á vítalínuna, millan dæmt á Andra að þeim ég sýnist. Örn skilar þessu örugglega niður svona. Og seinna niður líka. Hamarsmenn byrja seinni hálfleikinn líkt og þeir byrjuðu þann fyrri af miklum krafti og eru búin að auka munin aftur hérna upp í 26 stig. Skaginn náði að minnka munin niður í að því með minni 14. Andri með gott skot þarna en misnotar það. Þetta er svona skot er fínt að taka. Hilmar keyrir inn að körfunni og nær eigin frákasti. Örn með þrist og þetta er alveg, nei. Ármann keyrir upp, Derek fær hann. Hann er með Rúnar Inga á sér, kemur honum inn á Jón Orra. Jón Orri kemur honum aftur á og fær hann aftur. Þarna átt að senda hann Jón.
Jón misnotar, tekur frákastið, Derek og Ármann með þrist og Ármann setur hann onni. Það er svo merkilegt þegar menn sína svona baráttu þá endar þið með einhverju fínni körfu. Hamarsmenn koma fram, Rúnar. Þarna var Þannig misti ég nú af. Fekk heimsókn hérna í búrið hjá mér. Blessuð börnin. Fannar Freyr kemur inn á fyrir Jón Orra. Kristjánsson. Fannar Freyr kominn aftur eftir allt og langt hlé. Vonum að það verði til góðs. Áskell inn á Derek hérna og Fannar færa hann, Örn er með hann. Andri galopinn í horninu, upp í þrist, klikkar, Fannar Freyr, drúur í frákastunum, kemur hann minna á Andra, Chris ver þetta með miklum tilþrifum. Gat ekki betur séð en að Andri hafi verið síðan dæmdur brotlegur og Jón Þór tekur leikhlé. Já, það er óvægt að segja að Hamarsmenn hafa klálega mætt tilbúnari í þennan leik, þennan mikilvæga leik heldur en Skagamenn. Skagaliðið náttúrulega hefur gengið í gegnum gífurlega breytingar í vetur og þannig að það er kannski eðlilegt að gengið sé upp og niður. En þegar að menn eru komnir í leika þá skiptir engu máli hvað er búið að gerast og hverjir eru að spila, það vilja allir vinna. Ekki síst Skagamenn sem hafa sjaldna verið þekktir fyrir annað en keppnisörku og dugnað. Og okkar menn gefast ekkert upp, svo auðvitað Jón og Fannar núna tveir báðir inn á. Skaginn fer í svæðisvörn, 2-3 svæði, lifandi svæði. Derek pressar og hér kemur karfa hjá Hilmari Pétursinni. Það er allavega líf í þessum varnarleik þó að þetta hafi endað með körfu og þannig bara flopp. Derek upp í þriggjastaskot og hann setur það. Sjá hvort þetta kveikir í Skagastrákunum. Oddur með boltan, Örn kemur honum inn á Chris, Jón mætir honum inn á, keyrir hann og þarna kemur þriggjastaskot. Oddur nær frákastinu, Chris Woods keyrir inn að körfinni, misnotar það og Örn með frákastið og Örn er með ótrúlega skotnýtingu í þessum leik. Ég hef engar upplýsingar það en tilfinningin er bara að hann sé með 110% nýtingu. Hann er ofboðslega góður skotmaður þessi strákur. Ármann með þrist, klikkar, Derek bestum frákastið, nærði ekki. Hilmar kemur honum á Oddur upp og villadæmt á Fannar Freyr. Fannar Freyr ekki alltaf þótt vinsæll í Hveragerði. En hinn vænsti piltur eins og við vitum Skagamenn, en hann gefur lítið eftir þegar hann kemur inn á Körfuboltavöll og það má alveg. Oddur misnotar víti og Oddur setur setna víti niður. 66-39, 27 stiga munur og hvað er að gerast hér? Fannar færa hann inn á blokkinni, hann endar í skoti, klikkar, Jón, þetta var sending, Jón mistir boltan. Það er Chris færa hann undir, Jón Orri mættur.
Oddur út á Hilmar með þrist og onni. Það maður hefur á tilfinningunni að það fari bara öll skot niður sem að Hamar setur upp og Oddurinn að stela, þetta var vel gert hjá honum og Derek nær honum bara tilbaka. Þú 3 á 1 þarna hinum megin. Ármann keyrir inn, nær ekki alla leið og þetta endar hjá Fannari sem að skora auðvitað skrítin atburður á sem endaði í ótrúlega auðveldri korfi og skagamönnum. En þeir þurfa að stoppa, þeir ætla að ná að stoppa í þetta gat. Þeir þurfa að stoppa sóknirnar hjá Hamri sem að búin að ganga mjög vel. Örn, þeir láta boltan ganga vel í þessu á gegnsvæðisvörðinni. Dæmt villa á Jón Orra. Er það rétt? Ég gæti ekki betur séð á bendingum dómarans. Jú. Engungu fyrsta villan hans Jóns. Hann búin ótrúlega stiltur í dag. Og Chris á vítalínuna. Skæin komin í bónus. 28 stiga munur. Chris getur aukið munin hér í 30 stig. Gerir hann það þá ekki. Misnotar fyrra vítið. Og seinna vítið áhugaverður skotstíl hjá honum en hann er effektífur 70-41, 29 stiga munur og það koma hérna allsherjarskipting nánast hjá Hamri. Rúnar Ingi komin aftur inn á, Erlendur komin inn á ásamt þeim Snorra, Oddi og Chris. Jón Orri fær hann, Fannar út á Derek. Ármann djúpt í horninu, gerir lítið þar. Fannar ætlar sér í þristin, Fannar tekur það og hittir ekki hringinn. Það greinlegt rið þarna í leiknum hjá Fannari. Vitum öll að hann hefur þetta í sér en kannski ekki alveg núna. Þarf að setja nokkrar æfingar undir belti fyrst. Jón Orri brýtur á Chris. Hann á vítalínuna. Önnur villan á Jón Orra á stuttum tíma. 3 mínútur rétt rúmar eftir að þriðja leikluta. Staðan 70-41. Núna hlýtur hann að auka þetta í 30 stig. Nei. Það er vitamála. Maður vinnur ekki svona leiki nema með því að spila góða vörn og hérna er munurinn orðinn 30 stig. Hamar virðist ekki alltaf eiga í einn sérstökum vandræðum með að tryggja sér 5. sæti hér þegar að styttist í mótinu. Fannar Freyr snýr, kemur, þetta var fínt skot. Jón Orri, mikið var að hann fær villuna dæmda. Jón Orri drjúgur í frákostunum sem fyrr. Jón Orri aleinn á vítalínunni. Þeir treysta sínu manni. Besta vítaskiptan í liðinu eins og ég kom inn á hann. Og Jón setur seinna vítið niður. Það gaman að koma inn á það að staðan í fyrstu deildinni eins og hún núna alveg mögnuð. Það má eiginlega segja að það séu 2 deildir. Það 4 lið á toppnum sem í algjörum sérflokki. Höttur svo langt, nánast konir langt með það að klára titilinn í fyrstu deild. Þeir þar sitja þar eftir með 30 stig. Derek með þrist, óheppinn að setja þetta ekki niður. Chris driblar upp. Kemur honum á 8. Æskari dæmt skref. Hárrétt dæmt. Fjölnir í öðru seti 4 stigum á eftir Hetti. Þar á eftir koma Blikarnir 2 stigum þar á eftir og Valsmenn þar á eftir með 2 stigum minna en síðan 10 stig niður í næsta lið sem að 3 talsins og svo koma Skagamenn þar á eftir með 10. Fannar ekki dæmt. Jón Orri óheppinn.
Þetta verðum við að nýta ef við ætlum okkur eitthvað í þessu leik. Erlendur keyrir sterkt inn að körfunni og skorar. Frábærlega gert hjá honum. Frábærlega gert. Munurinn liggur að stórum hluta í því að annar liðið er að nýta færin sín, hitt ekki. Og þetta var klaufalegt hjá Erlendi. Nú er ég ekki alveg sammála stigatöflunni í húsinu. Hún segir 41-73, hún lítur að vera rétt. Þá var tekið leikhlé. Staðan 73-41, ákaflega þungur róður framöndan hjá Skagamönnum. Ætliði sér eitthvað hér í dag og á þessu tímabili hreinlega. Skaginn hefur verið fastagestur í úrslitakeppnin undanfarin ár og það hefur verið mjög skemmtileg stemming í kringum það. Þannig að það er sjónarsuttræði fyrir Skagamenn ef að Skaginn er að fara á mis við það á þessu tímabili. Því að hér er verið unnið þrótlist að því undanfarin ára að vekja athygli á körfuboltanum í bænum. Og það hefur gengið með ágætum en það er erfitt að byggja upp stemmingu ef árangurinn fylgir ekki með. En það er Skagamennir meðvitaðir um það hjá körfuknattleiksfélaginu og þetta tekur tíma. Við erum að búa okkur undir að fá upp vænan hópa af yngri flokkastrákum en það er nokkur ár í þá ennþá. Þangað til viljum við halda uppi frambærilegu liði sem að fær fólk í húsið. En þessi framistæði kvöld er ekki alveg til þess fallin. 73-42 var bara rétt staða, þráttur allt. Hilmar með boltan, Rúnar hann út á Smára. Þar kemur Erlendur inn að körfunni, hittir ekki og það er allt gegn Skagamönnum hér í dag. Það bara verður að vera, þannig þeir eru tveir Skagamenn hérna að byrja frákastið og þeir fæmbla boltan út af einhvern veginn. Örn í dauðafæri klikkar. Það er þá hægt eftir allt saman. Andri kemur á Derek. Nú þurfa að fara að gera eitthvað Skagamenn. Tæp mínúti eftir að þriðja leikluta. Derek keyrir sterkt inn að körfunni og það fyrir honi. Frábærlega gert á Derek. Hann á þetta til. Alveg klálega. Við þurfum meira af þessu. Áræðinni. Og hér kemur þriggjastiga skot að sjálfsögðu dettur það niður hjá Hamri. Smári Hrafnsson steinbla sig inn hér. 76-44, 22 sekúndur eftir af þriðja leikluta. Björn Steinar dribblar inn, hendur honum frá sér og Derek notar hann að fótinn, skynsamlega gert svo sem. En þarna liðu nokkra sekundur á leikklukkunni, enda var klukkuvörðurinn í bráðri hættu. Boltinn stemdi beint í smettið á honum, Ingimar okkar. Þannig að þá lendum við í því að þessi klukka okkar, það er ekki mögulegt að breyta klukkunni þegar svona stutt er eftir. Þá er spurning hvað er gera. Dómarinn ætlar að halda hendin uppi á. Það er eina sem ætlar að gera. Og hann telur upp í 4 í huganum. Örn og Rúnar og Smári út á Örn og Örn leggur hann honi frábærlega spilað gegn vörninni hjá Skaganum. 2 sekúndur eftir, Derek með skot, hittir ekki. 78-44, 34 stiga munur fyrir lokafjórðunginn. Núna er ekkert eftir annað en að bara bjarga andlitinu fyrir heimamenn. Ofsalega lítið skorað hjá heimaliðinu. En allt of mörg stig á sig. Það hefur verið mikið skorað í leikjum Skagans á undanskildum leiknum gegn FSU.
þar sem að stigaskori var einungis 70-65 en þar á undan vorum við að tala 100 stiga leiki og gegn sterkari liðum sem að voru að skora yfir 100 stiga móti Skaganum og það þýðir alltaf að það er mjög erfitt að vinna leiki þegar þú færið á því yfir 100 stig og Hamarsmenn stefna hraðbyrja því að fara yfir 100 stigin í dag. Jæja, Guðbjartur kominn inn á fyrir Skagan sem og Elías og Jón Orri er með boltan, kemur honum á Derek er lent í blindstræti þarna og býtu við, hann fær hann aftur og þarna er brotið á Derek. Það er bara dæmt í aðra áttina, það hjálpar heldur ekki til. Ég veit ég hlutræður og þetta skiptir ákveðlega litlu máli en þetta er ekki til þess að hjálpa til. Við ætlum ekki að vera að taka þátt í því að vera í einhverju væli yfir dómgæslunni, það sæmir ekki íþróttamönnum. Erlendur skrifa hann þarna, ekki dæmt, Andri kemur honum á Derek sterkt upp og misnotar það, Guðbjartur best í frákastinu, Rúnar Ingi enda með hann. Rúnar Ingi, þarna er Hilmar og hann á Erlendur keyrir inn, Örn skorar. Hamarsmennir hafa útfært sinn sóknarleik einstaklega vel í kvöld, það verður bara að segjast. Og Skaginn hefur verið langt undir pari. Elías kemur honum á Andri kemur honum inn á Guðbjart, missir hann. Og hér er keyrt inn að körfunni, sækir villu Hilmar Pétursson, sækir villu Elías og fær 2 vítaskott. Inn á kemur Fannar Freyr í staðinn fyrir Jón Orra. Jón Orri ekki sáttur, veit ég hvort ég heyrði þetta. Lá honum hver sem vill. Þá fer hann bara afsíðis. Það er rétt í honum. Jæja, þetta heldur það fram. Derek með boltan. Nú er bara Guðbjartur og hann fer upp í skot. Þetta var ágætlega gert hjá honum, misnotar það samt. Hilmar kemur upp með boltan. Hér kemur Erlendur. Smári þriggjastiga, hittir ekki. Fannar Freyr með frákastið. Hverju sem líður með hvort það minnur ryðgar ekki. Hér kemur Andri, nær ekki að setja niður. Jón Orri fyrirliði reynir að öskra sína menn áfram, sinna sínu hlutverki þar. Smárinn og Örn fær villu dæmda á Andra Jökulsson og fer á línuna. Öruggur að vanda á línunni. Já. Ég býð spenntur eftir að sjá hversu mörg stig hann er búinn að skora í þessum leik. Hann er búinn að eiga frábært kvöld.
Nú vil ég sjá Skagamenn að spila bara áfram sinn bolta, ekki fara inn að vitleysu. Fannar Freyr með góðan snúning, missir hann nánast og hann nær að koma þessu niður, þarna þekkjum við hann. Fannar með snöggan snúning og Oddur keyrir inn að körfunni, kemur honum út, hefur Smári, keyrir inn, kemur honum út á Chris. Rúnar Ingi keyrir líka inn, Elías nær að stela boltanum á honum, hann keyrir upp, lítill stuðningur og hann fær villu og skorar. Þetta er frábærlega gert hjá Elías. Það eru tökur í þessum strák, það er nokkuð ljóst. Hann sannar að margur er knár þó hann sé smár. Svo höfum þetta nú rétt. Já, við erum bara að halda áfram, það er ekkert annað að gera. Og Elías skilar vítinu niður, 3 stig hjá honum í þessari sókn. Frábærlega gert. Já, þetta er rétt, Jón Orri láta á að heyra þarna. Höldum áfram. Oddur, hann á Chris, Rúnar Ingi og Elías er að berjast í honum þarna, brýtur á honum og endanum dæmd villa á Guðbjart. Skaginn ætlar ekkert að leggjast niður og láta lappi yfir sig. Hér koma leikmenn inn á hjá Hamri í fyrsta sinn í kvöld. Leikmann númer 4 Björn Ásgeir Ásgeirsson og tilbúinn númer 10 Kristinn Ólafsson í stað, hann er væntanlega að koma inn á fyrir Rúnar Inga að loknum þessum vítaskotum sem hann misnotar fyrra. Gaman að sjá hvort hann langar út af eða ekki. Hann átt mæli hvernig hann á, hvort hann setur fyrir eða setna viti niður. Hann er engan á að fara út af, það er greinlegt. Derek Sjás með boltan, frábær Guðbjartur fær boltan og dæmd villa hérna á leikmann nummer 7. Snorra Þorvaldsson. Þá kemur Kristján Ólafsson inn á. Kristinn þetta tókst næstu í hjá mér. Derek tekur yngastið, kemur inn á Fannar, hann er á og hann inn á Derek aftur. Derek tapar boltanum, nær að finna hann aftur og keyrir upp og ekki dæmt að sjálfsögðu. Og hér er Kristinn með boltan og Björn og hann er út á Oddur réttir, ætlar að rétta Chris Woodson hana og fengum við ekki eins eða þó Chris hefur komið við hann. Derek vill koma honum inn á Fannar verður að fá að snerta boltan svolítið, kemur sveifluskotið hans, hittir ekki. Það er mikilvægt fyrir hann að fá boltan í þessari stöðu áfram til að koma honum í gang. Við þurfum hann í gang. Það styrkir lið gríðarlega mikið að Fannar kemst á almennilegt ról. Hér er einhver ríkistefna og það er leiklega tekið Skagamenn 83-49. Við heyrum að Jón Orri fyrirliði vill að við klárum þetta með sæmd. Það er ástæðan fyrir því að hann er fyrirliði hjá okkur, það er hans hlutverk ekki að menna fram. Úrslitin í þessu leik eru rauninni ráðinn og ef maður hugsar út í það er sennilega lengur ráðinn. 6 mínútur eftir og munurinn 33 stig. 34 stig og þá kemur inn á í fyrsta skipti sýnist mér hjá Skaganum Sindri Leví Ingason. Það er náttúrulega mikilvægt að nýta þessa leiki sem að fara svona, að gefa þessum ungu strákum sem að þurfa að taka við hjá okkur, að gefa þeim mínútur. Sjáum að Derek er hérna langelstur innan núna, þó hann sé ekki nema 22-23 ára.
Sindri Levi kominn inn á í fyrsta skipti, númer 12. Inn á hjá Hamri er ennþá Björn Ásgeir, Snorri Þorvaldsson, Chris, Oddur og Kristinn. Og Kristófer Lúts skorar. Já, það leggur niður hér. Derek veður upp með boltan. Nú er bara að halda áfram að spila boltanum, ekki fara í eitthvað rugl. Elías fær hann hér, pikk, Sindri ákveðin, núna er tókur, fótur, dæmdur. Og bara þessi strákar þurfa að nýta, kemur næst, þarna var ágætis hugmynd hjá þeim Guðbjarti og Derek. Oddur Óskarsson kemur upp með boltan. Björn kemur um á Chris, Björn fær hann aftur og hér er Kristinn. Oddur út á Chris, Andri að berjast í honum. Fær hjálpa Guðbjarti, skilar engur en öruggri körfu hjá Kristoffer Woods. Þeir ætla að ná honum í gildru þarna. Elías fær hann. Derek með þrist, hittir ekki. Björn, Oddur, Kristinn keyrir inn að körfunni, vel gert hjá honum, misnotar að þó, Chris með frákastið og aftur frákast og enn eitt frákastið og hann er að safna frákastum en ekki endaði það með körfu. Elías upp í tveggjastega skot og aðeins og stutt, ágætlega gert hjá honum. Kristoffer Woods allar á Sindra, Sindri brýtur á honum, vel gert hjá honum. Já, við gefum ekkert þó að staðan sé svona. 38 stiga munur, 87-49 og hann Kristoffer Woods getur auki munin í 40 stig. Hér kemur inn Afritas Disjónas í fyrsta skipti í kvöld. Kom til Hamars frá Stálúli í haust. Og hann misnóta bæði vítin en Afritas nær frákastinu, kemur honum á Kristinn, Smári, aftur Kristinn og svo var það Björn inn á Kristoffer Woods. Hann fer á Derek og skorar. Frábærlega gert hjá honum og munurinn orðinn 40 stig. Elías keyrir hér inn. Já, það má alveg reyna þetta, misnótar það. Hér er Björn Ásgeir. Smári kemur honum á Björn sem hann tekur þryggjastega skot, hittir ekki og hvað er dæmt? Á Afritas. Arvítas, við skulum vera að hafa þetta rétt. Hér kemur inn á Guðjón Guðjónsson, númer 5 hjá Hamri. Rúma 4 mínútur eftir og Elías kemur núna upp með boltan. Derek fær boltan inn á póstinum, Björn Ásgeir á móti honum, Guðbjartur með skot, hittir ekki, Bartum frákastið, Arvítas nær honum, kemur honum á Björn Ásgeir. Björn Ásgeir og Kristinn sem keyrir inn, missir hálfpartinn boltan. Guðjón kemur honum út á Kristinn. Kristinn út á Arvítas og hann ætlar að koma honum inn á Smára en hér er það Kristinn Ólafsson. Derek tekur frákastið. Sindri galopinn í horninu, sér það ekki, Andri fær skotið, hittir ekki. Guðbjartur reynir í frákastið, það er duglegur hérna strákurinn.
Gefur ekkert eftir. Arvítas með boltan, kemur honum á Kristinn, hann inn á Guðjón. Guðjón ætla sér á Andra þarna og tekur hreyfingu. Andri nær að verja skoti frá honum. Guðbjartur keyrir upp, Sindri Levi með honum. Sindri, það er villadæmd á Kristinn. Hér hefur við fengið góðan gest í boxi hjá mér. Hrafnhildur Helga Arnardóttir heitir hún. Hvernig finnst þér þetta ganga? Svona vel. Já, þeir eru að gera sitt besta. Já. Derek með skot, frábært skot, þetta var vel gert hjá honum. Já. Minkar munn í 38 stig. En Hamar er búin að vera mjög góður í þessum leik. Já. Og þarna kom frábært 3 stiga skot hjá Smára og munurinn aftur aukinn 92-51, 2,5 mínútur eftir. Þorsteinn Helgason kominn inn á í fyrsta skipti í langan tíma hjá Skagamönnum og Derek var dæmda villu þarna á Björn Ásgeir síns mér. En Hrafnhildur, þú mætir oft á körfuboltaleiki? Jáp. Hvað finnst þér skemmtilegast við að koma svona á körfuboltaleiki á Skaganum? Að leika við vinið mína hérna. Já, eru þeir duglegir að mæta á leiki líka? Sumar. Já. Sumir. Og Já. Ari, hann kemur alltaf vilja. Já, akkurat. Skagamenn berjast ennþá, Þorsteinn á Arvítas þarna, Smári kemst ekki neitt, Guðjón fær hann og ekki dæmt þarna, þó að hefði verið ærin ástæða til. Á endanum dæmt villa á Hamar. Og þá fer okkar maður Guðbjartur á vítalínuna. Þú æfir ekkert körfubolta, Hrafnhildur? Nei, ég æfði Já, en æfir þá eitthvað annað? fótbolta og fimleika. Já. Það er rosa margar íþróttir fyrir krakka á Akranesi, eða ekki? Jú. Já, Arvítas kemur honum hérna á Björn Ásgeir, kemur honum, hann á almenna litla Derekna að komast í boltan, Guðjón missir hann nánast, kemur honum, þetta endar hvernig eiginlega? Þetta var áhugavert. Björn Ásgeir keyrir inn á körfunni, fær ekki neitt fyrir sinn snúð, Guðjón tekur frákastið og skorar. Elías fær boltan, keyrir hér inn á vörnina, gerist ekkert hér, hann er stopp, kemur honum á Derek, hann inn á Guðbjartur með góðan snúning, óheppinn hérna og Hamar kemur í sókn, það er að tæpa 1,5 mínútur eftir. Það var nú hefði ótt að dæma skref, en gott og vel og vill að dæmda á Guðbjart. Þá kemur vítaskott. Hvern minnst þér ég ætti að taka viðtal við eftir leik? Einhvern úr Skagaliðinu? Jónóra Já. og Derek. Já. Kannski takk ég viðtal við Derek einu sinni. Ég held ég ekki gert það ennþá. Nei, hjálpaði. Þú mátt alveg gera það, já. Hér er Kristinn með góða hreyfingu, misnotar síðan skotið. Derek kemur upp, rúm mínútu eftir, Derek sér ekki Sindra hann aleinan undir körfunni. Elías kemur hún núna inn á Sindra, verður hún ákveðinstrákur út á Guðbjart sem fer í 3 stiga skot, hittir ekki og Hamar fær boltan. 95-54, þetta eru sláandi tölur í leik sem að hefði, ef allt hefði verið eðlilegt, átt að verða jafn og spennandi allan tíman, en það var bara frá fyrstu mínútu augljóst að Hamarsmenn voru tilbúnir í þennan leik, andlega og líkamlega, en Skagamenn síður. Derek skorar, en þetta eru bara sárabætur. Björn Ásgeir kemur upp með boltan og eða ekki.
Missi boltan út af undir pressu og Sindra þarna. Færð þú stundum að hjálpa til eitthvað á svona körfuboltaleikjum? Já, Já. til dæmis þegar ég er að byrja. Já. Þá hjálpa ég þér að taka til og svona taka til fyrir leikinn. Já, akkurat. Og svo færðu nú stundum að segja eitthvað í mikrofóninu eða ekki? Jú, Hvað segirðu þá? þá segi ég til dæmis endilega farið að fá okkur rjúkandi heitar Dominos pizza. Já. Og svo má ég líka segja áfram í ég. Já. Herðu, þá er leiknum lokið með risasigri Hamarsmanna 97-59. Við Hrafnhildur Helga þökkum fyrir okkur í kvöld. Hvað viltu segja? Áfram í ég. Áfram í það. Það er góð lokaorð. Ég ætla að stökkva niður á gólf og ná viðtali við Derek Sjás. Þá mæntu við bara í jálfustum eða ekki? Hvað sér þau? Þá mæntu við þetta jálfustum eða ekki? Ok, ég er komin inn á gólf, ég er með Derek Sjás hérna í viðtal í IATV. So, Derek, what can we say after a game like this? It was a tough loss. They came out harder than us. You know, they had a bye week and they were hungry to get a win after they lost to FSU. So they were a bit more hungry than us tonight. But we just didn't play our basketball. We didn't play hard on defense, didn't talk, and didn't come out fast like the good team that we know we are. So, what's the reason for like this was a very important game for both teams. This was basically a lifeline for us to reach the fifth spot. So, in your opinion, what maybe caused that the team weren't ready? I don't know. I don't think we had that in the back of our mind. We knew that if we won this game, it would put us in a good position, but we didn't necessarily talk about it to the point that we would come out and play hard like that. And games like this, you know, if we battling with a team for 5th place, you know, we got to come out harder than that. So it was just a tough night for us. Yeah. So, how important do you think it is to get Fannar back to the team? I think it's important defensively wise, you know, and rebounding helps with us. A lot of the teams in the league, they kill us inside because we have one. Yon is our only big man sometimes, and they out-rebound us. So having him is big, and hopefully he'll continue to play with us and help us even further down the line, and maybe we can still get that fifth place. Yeah, there's still a lot of games left. So do you think we still have a chance of reaching the 5th spot? Yeah, I think if we just get back on track. We competed with the best teams in the league. We just fall short usually in the second half. So I think if we get back on track and start playing hard and play as a team like we know we're capable of, I think we'll be on good. Okay. Thank you, Derek. Það séum við svo mikið.